Komið þið sæl. Þetta er kynning á verkefninu Ákvæðum vöktun sauðfjárbúa 2017-2019. En öll þátttökubúin þau hafa þegar fengið senda skýrslu með niðurstöðum fyrir sitt bú, en í þessu myndbandi þá ætla ég að fara aðeins svona nánar yfir niðurstöðurnar sem að vonandi hjálpar mönnum að fara yfir skjalið sem þeir fengu sent daginn. Ég veit að í niðurstöðunum er mikið af tölum og það þarfnast náttúrulega smá yfirlegu að fara yfir verkefnið. En svona aðeins bara smá forsöguna, þá er þetta verkefni sem að byrjaði haustið 2016 þegar að afurðaverð lækkaði og það var mikil óvissa afkomu á sauðfjárbúum. Þá var staðan í raun og veru sú að það var ekki til eitt sérstakur gagnagrunnur rekstur sauðfjárbúa og það litla sem var til að það voru ekki mjög sterk gögn. Ég held að það hafi verið rúm 5-6 bú sem skiluðu reglulega inn gögnum þá á þeim tíma. En verkefnið er í raun og sett á stað þarna 2017 og þá 2016 og svo 2017 og hefur síðan alltaf haldið áfram. Og þátttökubúum þeim þarna fjölgar jafnt og þétt og verkefnið það hefur þegar sannað ágæti sitt. Það eru aðilar utanaðkomandi eins og Landssamtök sauðfjárbænda, Landbúnaðarráðuneytið og fleiri aðilar sem eru farnir að horfa til niðurstöðunni í þessari verkefni þegar þeir eru að meta stöðu búgreinarinnar. En svona aðeins bara gagnasafnið að þetta er náttúrulega orðin gögn frá 6 árum sem við eigum í þessu gagnasafni fyrir tilstuðan ykkar þáttakanda að leggja gögnin til. Og árið 2014 þá náðu gögnum frá 56 búum og þau endurspegluðu þessi 56 bú, þau endurspegluðu 7,1% af heildartilkakjötsframleiðslu í landinu. Núna í þessari úrvinnslu sem við erum vorum að gera núna, þá gerðum við svolítið átak í það að reyna að fá fleiri þátttökubú og við gerðum skurk í því að fjölga þáttakendum 2017 og fórum þá þarna á rúmlega 50 búum upp í 64 og svo núna fórum við frá 64 upp í nærri 100 bú. En það var aðeins misjafnt hvort að við náðum gögnum frá öllum síðustu 3 árum fyrir öll búin. En 2019 þá erum við með 100 þáttakendur og þessi 100 sauðfjárbú þau eru með tæplega 50.000 vetrarfóðraðar kindur og endurspegla tæp 14% af heildartilkakjötsframleiðslu í landinu árið 2019. Dreifingin á þessum þátttökubúum eða þessum 100 búum 2019 landið, hún er þannig ef við miðum við þá landshlutaskiptingu sem er notuð í gögnum frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu að á Vesturlandi eru 24 bú og Vestfjörðum 14 bú, Norðurlandi vestra 12 bú, Norðurlandi eystra 30 bú, Austurlandi 14 bú og Suðurlandi 6 bú. Og þessi landfræðilega skipting, þetta er í raun og veru gömlu kjördæmin eins og þau voru til ársins 1999. Eins og ég gat að þá eru þarna á vef Alþingis voru birt í fyrra mjög viðamikil gögn greiðslur til bænda og við unnum úr þeim gögnum og á þessari mynd sem má sjá hérna þá eru táknabláu punktarnir í raun og veru öll bú sem eru í skýrslufaldinu sem hafa fleiri en 200 vetrarfóðraðar kindur og þegar átt við vetrarfóðraða kind þá eru það fullorðnar ær og gemlingar. Þannig að hrútar og smálömb og slíkt telja ekki inn í þann fjölda sem að skýrslufær kindir eða vetrarfóðru kind. Og hérna það sem við erum búið að setja upp það að þetta er í raun og veru kíló eða reiknaðar afurðir eftir hverja kind og svo hversu háar greiðslur viðkomandi bú er að fá úr búvörusamningum. Og bláu punktarnir tákna í raun og veru öll búin en rauðu punktarnir tákna þó í raun og veru þátttökubúin árið 2019. Og þessi mynd er raun og veru kannski svolítið svona sett upp til þess að sýna það að þessi þátttökubú sem að taka þátt í verkefninu, það eru búin sem að hafa heldur meiri afurðir og því kannski þarf að túlka allar þessar bókhaldsniðurstöður svolítið með því
sjónarmiði að við erum ekki að fá gögnin frá kannski verst stöddu sauðfjárbúunum. En hérna í raun og veru bara mynd sem að sýnir þarna niðurstöðurnar úr eins og það birtast í skýrslunni til ykkar. Og upplýsingarnar hérna í þessum hérna dálki, það eru upplýsingarnar fyrir ykkar eigið bú. Og síðan kemur í næsta dálki við hliðina meðaltal fyrir allt árið. Og það sem hérna efst í efstu línunni, hérna N=95, það þýðir að þetta er meðaltal fyrir þessi 95 bú sem eru með gögn. Þetta er sem tafla frá árinu 2017. Svo eru þá í næsta dálki eftir, og þá kemur meðaltali fyrir landshlutann sem viðkomandi bú tilheyrir. Hérna þýðir N23, það þýðir að það eru þá 23 bú. Og þetta bú sem er hérna þessari töflu, það tilheyrir Vesturlandi. Síðan koma hérna 3 dálkar sem heita framlegð efsti þriðjungur, framlegð miðja og framlegð neðsti þriðjungur. Og það sem þessir 3 dálkar sýna, að það er í raun og veru meðaltali fyrir þau 32 bú hérna í þessu tilviki sem hafa mesta framlegð. Svo eru það þá búin sem eru í miðjunni og svo eru það búin sem eru í neðsta þriðjungi. Og hér lengst til hliðar er síðan skýrsluhaldið í heild sinni eða öll bú sem hafa fleiri en 200 vetrarfóðraða kindur. Sá er bláu punktarnir á myndinni áðan. Það eru 840 bú. Og það sem við sjáum hérna glögglega ef við berum saman í raun og veru skýrsluhaldsniðurstöðurnar hérna fyrir þátttökubúin, að þá er afurðir eftir hverja fullorðna kind hjá búunum sem í neðsta þriðjungi 28,3 kíló en meðaltali í skýrsluhaldinu heild er 27,8. Frjósemin er líka meiri og lömb til neti. Þetta er það sem ég var að segja hérna áðan að gögnin þau í raun og veru þau endurspegla ekki öll lökustu búin en þau endurspegla hins vegar mjög góða mynd og segja okkur þá að það er breytileiki og það eru sóknarfæri í því að bæta tekjur. Og það sem sést líka hérna er það að náttúrulega búin sem hafa mesta framlegð, þar er mesta frjósemin, þar eru mestu afurðirnar eftir veturgamla kind, þar er meiri fallþungi, þar er meiri gerð í sláturlömbunum og þetta eru allt þættir sem hafa áhrif á það hverjar heildartekjurnar eru. Síðan er það sem er bætt við núna í framsetningunni núna frá því sem hefur verið áður, er að hér er búið að taka inn hlutfall sætra kinda og árangur sæðinga. Síðan á næstu mynd hérna, þetta er bara neðar í töflunni, þá koma í raun og veru upplýsingarnar fyrir búrekstrarupplýsingarnar fyrir búið. Og hérna í fremsta dálki þá er í raun og veru upplýsingarnar fyrir umrætt bú og svo er þá meðaltal gagnasafnsins í heild sinni. Svo er landshlutin, framlegð, efsti þriðjungur, miðja og neðsti þriðjungur. Hérna ef við skoðum til dæmis eins og hérna þetta hérna bú, að það er með framleiðslukostnað 1256 krónur á kíló. Meðaltalið er 1018 krónur, þannig að kostnaðurinn hann er talsvert hærri á þessu búi heldur en í meðaltal gagnasafnsins og hann er talsvert hærri en í landslutanum. Hann er mikið hærri heldur en efsti þriðjungurinn og miðjan og meðaltalið í neðsta þriðjungi, þannig að það er mjög hár framleiðslukostnaður á þessu búi. Hins vegar er sem sett hérna inn og var reiknað hérna stærð sem heitir 95% neðri vikmörk og 95% efri vikmörk. Og það er í raun og veru gildi sem segir til það hvort að talan hérna í fremstu dálkinum fellur innan þessa 95% öryggispils sem við segjum að eigi að vera með gögn sem hvað þau falla langt frá meðaltali. Þannig að ef að gildið hérna væri undir neðri vikmörkum eða yfir efri vikmörkum,
Og þá gildið orðið svona mjög óeðlilegt frá því sem að meðaltal gagnasafnsins er. En engu að síður, hér mjög hár framleiðslukostnaður. Síðan komum við hérna að hér eru afurðatekjur, sem sagt krónur og kind, þær eru 10.044 krónur. En hér eru hins vegar þarna, það hærra gildi heldur en meðaltalið og hærra en í landshlutanum. Það er lægra heldur en framleiðin fyrir efsta þriðjunginn en það er aðeins yfir miðjunni. Og opinberar greiðslur, þær eru hérna tæpar 6.500 krónur. Og það er bara talsvert hérna yfir framleiðin í efsta þriðjungi, þannig að þetta bú hefur þarna talsverðar opinberar greiðslur. En það sést það kannski líka hérna á tölunni hérna upp eða ásýndslutfallið 0,94. Þannig að á þessu búi eru heldur fleiri ærgildi heldur en vetrarfóðraðar kindur eru. En hérna í fremsta dálkinum þá verður letrið birtist það með sem sagt rauðum stöfum hérna ef að gildið hér víkur frá þessum vikmörkum hérna. Þannig að ef að talan í fremsta dálki hérna væri undir 49 krónum eða yfir 2044 krónum, þá verður hún rauð hérna. Og það gerist hérna í þessu tilviki. Hérna er annar rekstrarkostnaður, hann er 2.810 krónur á hverja kind. Síðan það sem að við gerum með niðurstöðurnar er að við setjum þær upp á upplýsingarnar sem koma fram í þessum töflum. Við reynum að setja þær hérna upp í nokkrum myndum á myndrænan hátt. Og hérna er raun og veru fyrsta myndin. Og þessi mynd sýnir raun og veru skýrsludalsupplýsingarnar. Og þetta er raun og veru bara sömu upplýsingar og koma fram hérna í fremsta dálkinum hérna. Nema hér kemur síðan einhver súla sem teygir sig út í einhverja áttu upp með við þessa þriðjunga. Þannig að hérna er 33% og hérna er 67% og hérna er 100%. Og þegar að súlan er hérna á miðjubilinu frá 33 og upp í 67%, þá er liturinn á súlunni gulur. Þegar hann fyrir yfir 67%, þá er liturinn á súlunni grænn. Og ef hann er hérna á þessu bili, þá er liturinn á súlunni rauður. Talan hérna fyrir aftan, hún segir síðan bara hver staða búsins er miðað við aðra í gagnasafninu. Hérna getum við til dæmis tekið sem dæmi, hérna eru 29,4 kíló á hverja kind. Og súlan teygir sig upp í 66%. Og það segir okkur það að það eru þá 34% af búanum með meiri afurðir en 29,4 kíló á hverja kind. Hérna er frjósemin, hún er 1,83 kíló fædd á hverja kind. Og það segir okkur þá að það eru 54% af búanum með meiri frjósemi en þetta tiltekna bú. Hérna er meðalaldur lamba við slátrun, hann er 132 dagur. Og súlan teygir sig upp í 78%. Það segir okkur að það eru þá 20% bænda sem eru með lægri meðalaldur lamba við slátrun. Flestir eru þá að slátra lömbunum eitthvað eldri en bóndinn á þessu tiltekna búi. Það er það sem að ef að súlan er græn, þá þýðir það að það búið er fyrir ofan þessa 67% línu. Ef hún er gul, þá er það milli 33 og 67% og ef hún er rauð, þá er hún undir þessum 33%. Og við sjáum það oft kannski best hérna á þessari hérna mynd að það sem við erum að taka krónur á kind inn í þessa línu og hérna er nú kannski ekkert svona glæsileg niðurstaða fyrir þetta bú. Þarna er framleiðslukostnaðurinn, hann er 1256 krónur á hvert kíló. Þetta er sama búið við vorum með hérna áðan í töflunni hérna, 1256 krónur. Og hann er nokkuð hár, framleiðslukostnaðurinn, en það kemur það líka bara glögglega í ljós að það er meira en 80% af búanum með lægri framleiðslukostnað en þetta tiltekna bú. Við sáum líka þarna í töflunni áðan að opinberu greiðslurnar að þær eru nokkuð háar á þessu búi. Það er ekkert, þarna teygir súlan sig upp í grænasvæðið og það er ekki nema 15% af búanum með hærri opinberu greiðslur og hverja kind en þetta tiltekna bú. Þarna þessu búi er verið að kaupa greinilega mikið viðbóta fóður eða fyrir 1000 krónur rúmar á hverja kind. Og það er bara langflest búin að yfir 90% af búanum með lægri kostnað að er að kaupa þá minna að kjattfóður og steinefnum aðkeyptu fóðri heldur en þetta tiltekna bú.
Þetta bú er hins vegar með kannski þá lægri áburðarkostnað á móti eða það er að nýta þá steinefnagjöf og kjarnfóður til þess að vega upp á móti efnainnihaldi í heyjunum. Þannig að það er ekki endilega kannski markmið að allar súlurnar eigi að vera grænar því að stundum viljum við kannski kosta einhverju til þess að afurðirnar séu síðan í lagi ef við ætlum að horfa til þess á þessa mynd. Og það er þarna, ef við förum þarna neðar hérna á myndina eins og hérna í afskriftir, tæpar 7.000 krónur á hverja kind og 9% sem þýðir að 90% rúmlega á búunum eru með lægri afskriftir en þetta tiltekna bú og hverja kind. Það þarf ekki endilega að vera slæmt. Það segir okkur bara að þetta tiltekna bú, það hefur verið að fjárfesta eitthvað og er með afskriftir. Samaskapið á búið hefur verið að fjárfesta, þá er það væntanlega eitthvað skuldsett og er að greiða eitthvað vaxtagjöld. Og þá er þessi fjármagnsliðirnir þeirra eru þá eru hverja kind. Þannig að hérna er bara verið að setja þessar svona niðurstöður fram þannig að búið geti þá líka bara skoðað hvernig þeirra bú stendur í samanburði við hin búin. Þetta hérna er í raun og veru ný framsetning frá því sem hefur verið tíðkast í verkefninu. Þetta er bara úr innsendum sláturgögnum að vinna upplýsingar úr því. Og þessi mynd er þarna táknar súlurnar kannski bara svolítið það hvar búið lendir í stærðaröð miðað við hin búin í gagnasafninu. Þarna er verið að slátra 555 lömbum hverju ári og súlan teygir sig upp í 27%. Það þýðir þá að meira en 70% af búunum er að slátra fleiri en 555 lömbum á hverju ári. Einlega kíló dilka eru 9,2 tonn og það er eins hérna, það er 70% af búunum er að leggja inn meira en 9,2 tonn af dilkakjöti. Þannig að þessi mynd, hún segir kannski svolítið líka bara það hvernig búið er stærðarlega séð í samanburði hinn búin í gagnasafninu. Hérna á þessu búi er hins vegar fer þá nokkuð að fullorðnu fé í sláturhús. Þar af leiðandi er dilkakjöt sem hlutfall af heildarinningi 82,7%. Og þetta getur líka að gefa okkur svolítið vísbendingu það hvernig afurðatekjurnar eru samsettar á búinu. Eru þær eingöngu selt dilkakjöti eða eru þannig einhverjar tekjur vegna sölu af kjöt af fullorðnu fé. En ég sýndi ykkur þarna mynd áðan með gríðarlega mikið af punktum og það má inn á vef Alþingis má finna upplýsingar greiðslur til sauðfjárbænda og kúabænda árin 2014 til 2019 og það er hérna á þessari vefslóð og ég setti þessa vefslóð líka inn í skýrsluna sem þið fenguð senda. Og út frá þessum upplýsingum þá voru unnar við uppgjör á þessu verkefni ítarlegri upplýsingar skiptingar opinberra greiðslna í beingreiðslur, geðstyrkingargreiðslur, greiðslur fyrir ull og aðrar greiðslur. Og aðrar greiðslur eru þá svæðisbundinn stuðningur og bílistuðningur. Og þar sem gögnin voru meira sundurgreinanleg, þá voru 2 stærðir reiknaðar sérstaklega. Það var kostnaður við fóðuröflun og dýralækniskostnaður. Og þetta eru þá í raun og búin þar sem að gögnin eru líkluð með við DK búbót. Og þessar stærðir var hægt að reikna fyrir ríflega 70 bú. Það er í raun og myndin sem að birtist hérna, eða þessi mynd sem birtist hér. Og þarna á þessu tiltekna búi 2019 þá eru beingreiðslur 8.486 krónur á hverja kind sem er með hærra lagi með við gagnasafni í heild sinni. Því að það eru 23% þá með hærri greiðslu. Geðstyrkingargreiðslurnar eru 5.521 krónur á kind. Og það eru mörg bú í gagnasafninu með hærri greiðslu á hverja kind fyrir geðstyrkingu heldur en þetta tiltekna bú. Ullagreiðslurnar eru 986 krónur á kind. Það bendir til þess að þá er flokkurinn á ull á þessu búi, hún er kannski í lakara lagi eða stór hluti fyrir annan flokk í staðinn fyrir fyrsta flokk.
En þarna eru hins vegar aðrar opinberar greiðslur, þær eru nokkuð háar, þannig að þetta er væntanlega bú sem að nýtur þá allra styrkja sem sagt úr samningnum, hefur bæði svæðisbundinn stuðning eða hefur svæðisbundinn stuðning, því að náttúrulega búin sem að njóta ekki svæðisbundinn stuðnings þau eru aðstæðast niðar þarna. En síðan koma þarna líka þá í raun og veru myndir fyrir fóðuröfnunarkostnað og dýralækniskostnað, því að þær voru greinanlegar fyrir þetta bú. Og þær eru 9.354 krónur á kind. Og þarna á þessu tiltekna bú er sennilega einhver tækifæri í því að lækka fóðuröfnunarkostnaðinn. Hann er mjög hár þarna þessu búi með hverja vetrarfóðurða kind. Og dýralækniskostnaðinn hann er líka nokkuð hár þarna 1.000 krónur á hverja kind. Þetta hérna er í raun og veru bara sama mynd og áður en sýnir í raun og veru bara öll búin og rauði punkturinn táknar þá í raun og veru umrætt bú, hvar það er statt í samanburði við hinn búin. Og síðan er hérna þessi mynd sem er líka í skýrslunni sem sýnir í raun og veru framleiðslukostnaðinn á móti reiknuðum afurðum. Og það eru sem sagt mörg á búinu sem eru með hvað mestar afurðir sem hafa lægsta framleiðslukostnaðinn. Þannig að þarna er mjög mikill breytileiki og það er náttúrulega líka eðlilegt að framleiðslukostnaðurinn fari kannski einhver leyti hækkandi með minni afurðum því að það eru þá í raun og veru færri kíló sem að útgjöldunum er deilt á. En þarna er talsverður breytileiki. Breytileikinn hann er náttúrulega líka svolítið hérna til staðar hérna eins og í þessari mynd þegar við skoðum bara framlegðina 2014 til 2019 á búunum í efsta þriðjungi og neðsta þriðjungi fyrir öll þessi ár. Þarna þarf samt að túlka niðurstöðurnar með tilliti til þess að það er mismikið af gögnum á hverju ári. En hann er samt alltaf í raun og veru svo sami munurinn á þessum meðaltölum. Þannig að eins og 2017, 2018 og 2019 þá er munurinn á efsta og neðsta þriðjungi, hann er þarna milli 9.000 og 10.000 krónur. 9.600, svo 9.500 og svo 9.900. Síðan segir okkur það að á 2019, 9.900 krónur að búið hérna í þessum hópi, ef það hefur 400 kindur eða sem 500 kindur og þetta hérna er þarna nærri 10.000 krónur, þá hefur búið hérna sem að lendir hérna í efsta þriðjungi, það hefur nærri 5 milljónum krónum meira til þess að greiða fastan kostnað og greiða fyrir fjárfestingar og greiða laun heldur en búið hérna í næsta þriðjungi. Og niðurstöðurnar náttúrulega alltaf svolítið svona sambærilegar það hvað við segjum almennt við alla þegar við erum búin að fara yfir þetta verkefni og þær eru að bændur, það er bara sauðfjárbændur, ekkert endilega sauðfjárbændur, bara allir bændur, þeir ættu í ríkara mæli að nálgast rekstrarbókhaldið sitt með öðru hugafari nú er. Bókhaldið er voðalega mikið fært út frá einhverju skattalegu sjónarmið eins og það sé verið að skila einhverjum upplýsingum vegna virðisaukaskatt til ríkisskattstjóra. Bókhaldið er bara eitt af verkfærunum í verkfærakistu hvers og eins bónda til þess að byggja ákvarðanatöku á hvað á ég að gera næst og hvernig ætla ég að fjármagna það sem ég ætla að gera. En varðandi leiðir til þess að bæta reksturinn, þá er alltaf hægt að gera áætlanir og gera rekstraráætlanir og vinna út frá þeim, til dæmis fyrir þau bú þar sem að staðan er mjög slæm og þá nýtist sú vinna til þess að bæta afurðir. Þá mæljum við alltaf með því að það sé tekin heysýni á öllu fóðri, menn taki jarðvegssýni og menn láti gera ábyrgðaráætlun. Og í framhaldi því að þá hægir mann fóðrun út frá niðurstöðum heysýnina, til dæmis bara með tilliti til steinum og viðbótarfóðurs. Síðan er alltaf hægt að skoða lyfjagjöf, hvaða lyf eru notuð og tímasetningin á þeim, er verið að gera þetta rétt. Og svo að stunda markvissara val sláturlamba, til dæmis að hvetja til þess að menn nýti þessar yfirborganir sem að sláturhúsin eru að bjóða upp á með því til dæmis að reyna að smala eitthvað fyrr og það getur alveg verið kostur að þau lömb sem er ekki tilbúin til slátrunar snemma í september að þau séu bötuð
og menn séu það er ekkert endilega að tapa því að rækta grænfóður til þess að bata þau lömb sem eru slök snemma í september. Þannig að bara markvissara val á sláturlömbum, það getur líka bætt tekjur. Og gagnsemin af svona rekstrarvinni, hún er bara ótvíræð fyrir bæði bændur og búgreinina en við fáum ekki aðgengi að rekstrartölum nema með ykkar hjálp sem og veitið aðgang að þessum gögnum. En eins og ég gat áðan, það er bara mikilvægt að færa þetta lyklaða rekstrarbókhald því að skattframtölin þau eru ekki oft nógu lýsandi og það þarf náttúrulega líka kannski að hvetja þó þið sé að kaupa þessa þjónustu af einhverjum öðrum að hann færi þið gerir þá kröfu það að bókhaldið sé vel fært. Þannig að það sé líka bara hjálpartæki fyrir ykkur. Þetta er lýsandi verkefni fyrir stöðu sauðfjárræktarinnar í dag en hins vegar kannski endurspeglar það ekki heildargögnin eins og ég gat þarna snemma á fyrstu glærun að við fáum ekki gögn, við taka ekki þátt í verkefnin þessi bú sem eru með minni afurðir og lakari tekjur. En hins vegar ef það er vilji til þess að halda þessu verkefni áfram þá þarf svolítið að koma því fastari skorður hvernig við ætlum að bara fjármagna vinnuna við þetta verkefni. Langstærsta vinnan við verkefnið er í raun og að kalla eftir gögnum og fá gögnin inn í gagnagrunnin. En ég ætla að láta þetta duga í þessari svona almennu kynningu verkefnið. En þeir sem hafa áhuga á og vilja fá ítarlegri upplýsingar að þó bara ekki hika við að hafa samband við annaðhvort mig Eyjólf sem búinn að tala hérna undir þessu myndbandi eða Marju, við erum verkefnisstjórarnir og við getum þá í raun og kannski farið betur yfir ykkar skýrslu og komið með einhver ábendingar ef að menn vilja svo. En annars þakka ég bara fyrir.